Já, við ætlum að tala hjónamatið sem nú ein af, ég held að það sé kennt í félagsfræðinni sem ég held að það sem ég lærði þegar ég var 12 ára, að það var ein af svona stofnunum samfélagsins. Hingað komin Eyja Margrét Jóhönnu Brynjarsdóttir, prófessor. Þú ert að fara að halda fyrirlestur svona efasemdir löngu liðinna kvenna þessa stofnun. Einmitt, það passar, ég svona að skoða þarna fyrst og fremst ákveðið tímabil í sögu Vestur-Evrópurinni, svona, þetta aðalega svona 17. og 18. öldin, svona fyrri hluti, það sem kallað nýöld og ég náttúrulega sem heimspekingur hef svona aðalega verið að skoða þetta út frá svona heimspekilegum skrifum kvenna á þessum tíma. En það er náttúrulega ekki bundið við það, en það var nú kannski svona á þessum tíma ekki þessi skörpu skil milli greina eins og varð síðar, en þannig að þetta svona ég skoða alveg líka eitthvað af svona öðrum skrifum, skáldskap og öðru. Texta kvenna. Fyrst og kannaði ekki. Hvaða skoðun þær hefðu á þessu? Já, og það sem ég svona fór að leita uppi, það í rauninni svona gagnrýni í skrifum þeirra á bæði hjónabandið og svona ýmislegt sem tengdist því og svona stöðu kvenna á þessum tíma. En það hjónabandið á þessum tíma, þá var konan að hvað? Ganga inn í fjölskyldu eiginmannsins? Já, ég meina það er náttúrulega þessi svona mynd af hjónabandinu sem svona ákveðinu svona grunnstofnun í samfélaginu sem að tryggir svona eigna tilfærslu og sköpun erfingja og nota oft í bara milliríkjasamningum og eitthvað fleira og til að tryggja frið. Það var verið að gifta dæturnar sonum andstæðingsins eða samkynhneigðs eða eitthvað slíkt. Einmitt, og þannig að konurnar náttúrulega vissulega gegna þarna nauðsynlegu hlutverki, en þær eru samt, það er ekki þær sem hafa valdið og það eru þær sem eru látnar ganga á milli frá feðrum sínum til eiginmanna og ganga inn í svona aðra ætt og aðra menningu stundum. Já, en svo svona sögur það að það koma úr miklu svona menningar löndum og fara inn í svona meiri brútal heim. Einmitt og þetta það er náttúrulega svolítið erfitt að alhæfa af því að þetta eru náttúrulega mörg lönd þarna og svona kannski svolítið mismunandi hefðir og reglur líka og það er náttúrulega svona eitt af því að ég hef verið að svona kannski skoða þetta fyrst og fremst út frá svona í rauninni svona hjónabandi sem ákveðin svona efnahagsleg stofnun og þá eru til dæmis hlutir eins og hvort að konur máttu eiga eignir eða sýsla með fé eða eignir að það var svolítið misjafnt eftir löndum en svona víðast hvar var það þannig að til dæmis giftar konur þær áttu engar eignir, það var allt skráð á eiginmenn þeirra. En það var svona eitthvað misjafnt og það er til dæmis það er svona til í skrifum enskra kvenna þar sem að þær horfa öfundaraugum til Austurríkis og tala að þar megi giftar konur eiga eignir og svona. Og þar með meira frelsi. Já. Þannig gagnrýni þeirra fyrst og fremst eignalýsið eða hvað? Já, náttúrulega ekki bara það er svona þessi gagnrýni sem að sést, það er kannski hún snýst skort á sjálfstæði, þær séu fastar og ráði sér ekki sjálfar og svona hafa ekki frelsi og það er til dæmis talsvert að það er líki hjónabandurum í þrælahald, að þær séu eins og bara í þrældómi. Og gera eins og þrælarnir, taka upp nafn eiginmannsins, þrælahalds. Jú, einmitt og ráða sér ekki sjálfa, Skipta á nafni föður síns og eiginmannsins. Einmitt, þannig að þær fara frá því að vera eign föður síns til þess að vera eign eiginmannsins. Já, sem afgerandi svona
hvað var í gangi. Einmitt. Konur hefðu átt að kalla sig nota X, Marie X. Já, einmitt. Svo við vísum í þá baráttu að ber ekki nafn kúarinsins. Jú, einmitt. Og þetta náttúrulega svona alveg kannski verið að ræða þetta ennþá allavega í sömu löndum, sko. En svona hugmyndin svona eins og einkvæni að við eigum að para okkur fyrir lífstíð. Voru það ræðast það? Eða er þetta hjónaband það sem sko ást skiptir ekki máli? Sko þær svona kannski þær sem að eru að setja fram gagnrýni, margar þeirra tala vináttu sem mikilvægasta svona þáttinn í hjónabandi að þurfa að byggja hjónabönd á vináttu. En þannig að þær eru kannski ekki svo mikið að tala ástina, sko. En þær náttúrulega sumar koma inn á, sko, náttúrulega það sem að náttúrulega gerist þegar maður fyrir að skoða skrif frá þessum tíma, þá takmarkast það svolítið mikið við skrif eins og skrif kvenna, það takmarkast við skrif kvenna úr efri lögum samfélagsins, því að fátækar konur voru ekki að sko mennta sig og skrifa einhver fræðirit eða skáldskap þess vegna, sko. Og þannig að það sjónarhorn sem við fáum fyrst og fremst, það eru svona staða kvenna sem búa ekki við fátækt eða sem að eru svona yfirstétt eða í efri lögum, og þannig að það má kannski segja að sko eins og þetta svona þessi skortur á sjálfstæði og frelsi sem þær tala að sennilega er það eitthvað sem til dæmis fátækir kallar bjuggu líka við á þessum tíma, að þeir gátu ekkert. Þetta eignaleysi. Já, þeir áttu ekki eignir og þeir gátu ekki valið sér starfsvettvang eða búsetu eða eitthvað svoleiðis. Þannig að þessi kynjamunur sem hann verður kannski skýrari í efri stéttunum, af því að þar Stéttamunur líka að maður ber saman konur á lægri stéttum og efri stéttum, því að við mörgum löndum, og ég held að það verið með hér, að þá erfðu konur og þær höfðu þarlega meira sjálfstæði og baráttu þeirra að fá að erfa og fá fjárhagslega sjálfstæði í efri stéttum skiptir engu máli í neðri stéttum, þar sem þú erfir ekki neitt og átt ekki neitt hvað sem er. Þannig að en svona í lægri stéttunum að þá er kannski bara sko sama fátæktin og valdaleysi hjá öllum, en í efri stéttunum að þar náttúrulega vissulega er munur á stöðu konu sem hefur allavega nóg að borða og þarf ekki að þræla allan daginn í einhverjum erfiðisvinnu eitthvað svoleiðis og konur sem þarf að gera það, en það er svona en þá fara þær kannski meira að finna fyrir því að þær mega ekki vera skráðar fyrir eignunum, þær mega ekki og ráða sér ekki sjálfar, sko. Og sem kallarnir svona þeirra eiginmenn og bræður hafa slíkt vald. Þetta er mismunandi eftir löndum. Hér erfðu konur eiginmenn sína og sátu í búinu. Giftust á oft yngri mönnum og það eru margar ættir það sem að gengur. Einmitt, maður sér þetta þegar maður skoðar bara Íslendingabók, sko. Það getur verið bara 30 ára aldursmunur á milli hjóna í sikkur áttina, kynslóð eftir kynslóð. Einmitt. Þannig að það kannski er það síður hér, en ég veit ekki hvort þú hafa verið að kanna það. Já, sko, ég er náttúrulega, af því að ég hef fyrst og fremst verið að skoða, sko, svona heimspekileg skrif, þá bara því miður þá finnum maður ekki mikið slíkt frá Íslandi. En hver er tillagan hjá þeim? Þeir benda á vandamálið að konur séu ófrjálsar inn í þessu systemi og þá lítur einhverju þeirra að segja að það verður nú betra að við hefðum þetta svona eða öðruvísi. Já, sko hver er lausnin? Að leggja niður hjónabandið? Leggja niður hjónabandið, já, sko það er náttúrulega kannski svolítið misjant hvað er leggja til. Náttúrulega einhverjir þeirra bara reyna að berjast fyrir, sko, bara auknum réttindum
eins og hérna Innan hjónabandsins. Innan hjónabandsins og eins og það er til dæmis rit sem að kemur út 1735, svona áskorun til enska þingsins lagabætur frá, hún hét Sarah Chapone sem skrifar þarna þetta svona þennan bækling sem heitir því langa nafni The Hardships of the English Laws in Relation to Wives with an explanation of the original curse of subjection passed upon women. Og hún þar að svona óska eftir auknum rétti kvenna til eigna og forræðis yfir börnum. Því að það til dæmis var þannig í Englandi að ef konur urðu ekkjur eða mistu mannin sinn þá höfðu þær ekki forræði yfir börnunum. Það fjölskylda eiginmannsins. Já. Ég þekkti konu í Tógó sem var rakin af heimilinu og börnin voru eftir í umsjá fjölskyldu tengdafjölskylduna. Það gildir þetta ennþá. Já. Þannig að það er svona, já, ég meina þannig að það var það sem kannski sumar voru að gera ef við hugsum svona lausnina en svo var náttúrulega það sem að kannski tíðkaðist í þessum efri stéttum, það var að ef dæturnar voru ekki giftar einhverjum þá voru þær sendar í klaustur. Og þannig að það voru þessir tveir mögulegar, oft réðu þær nú litlu þetta sjálfar en stundum kannski gátu þær geta haft einhver áhrif á það hvort það vildu frekar giftast eða verða nunnur. Þannig að þá hafði fjölskyldar ekki fjárhagslega getu til þess að gifta kannski fleiri en eina dóttur sína. Já. Alveg eins og gerðist svo með piltana að þá var það einn sem gat erft þetta. Næsti hann var bara sendur í gerður presti. Já, einmitt. Þess að það var ekki eignir til þess að halda honum uppi og þá var verið að kirkja myndi sjá hann. Já. En þannig að það var svona sko ein af þessum leiðum sem voru farnar, það var sem sagt að senda þær í klaustur og sumum hefur kannski bara líka það vel en það kom líka fram svona talsverð gagnrýni á það að þvinga ungar konur í klaustur. Og þannig að það er ekki bara þvingun í hjónaband sem er gagnrýnt, þarna heldur líka þessi venja og það er til dæmis rit sem heitir Harðstjórn feðranna frá 17. öld 1643 Ítalíu, hún hét Arcangela Tarabotti sem skrifaði það og hún þar mjög svona gagnrýnin á þetta að þvinga dætur í klaustur. Fröns Gabrielle Souchon á 17. öldinni líka hún hafnar bara alveg hjónabandi og hérna hún sem sagt giftist aldrei og gat ekki hugsa sér það og hún boðaði svona einlífi utan klausturveggja, það að segja að það sem væri best fyrir konur það væri þá að lifa einlífi en það að lifa í klaustri, það væri náttúrulega ekkert frelsi heldur. Og þannig að það sem að væri þá best, það væri að vera, lifa einhverju svona einsettu lífi en vera samt úti í samfélaginu. Þannig að þá hafnar þú því að konan geti verið frjáls í hjónabandi. Já, og þær eru... Það er ekki að laga þetta system, þetta hjónaband. Nei, hún greinilega lítur ekki svo á, þær eru alveg margar sem eru þar, tala að svona eina leiðin til þess að fyrir konu til að vera frjálsar, það þegar þær eru bara fjarri karlmönnum, og þetta kemur til dæmis fram í svona, það var svolítið svona útópíu skrif sem að voru svona að koma fram á þessum tíma og það er náttúrulega þekkt frá miðöldum þarna ritið Borg kvenna eftir Christine de Pizan sem að frá upphafi 15. aldar, gefið út alveg þannig byrjun 15. aldar og hún
hún meira samt svona að verja hjónabandið sko og þá einhvern veginn hugsunin svo að það þurfi að það að verja hjónabandið sé að verja stöðu kvenna fyrir einhverjum svona kvenhatandi klerkum sem náttúrulega kannski höfnuðu hjónabandinu líka sko. En samt sem áður náttúrulega, hún býr til einhvers konar svona útópíu þar sem borg sem bara með konum sem að vinna alls konar störf og það náttúrulega bara friður og farsæld. Já, það friður og farsæld og þetta kemur fram hjá fleiri konum síðar þarna á 17. og 18. öldinni. Það ein frá Feneyjum Moderata Fonte sem skrifar rit sem heitir Veruleikar kvenna og þar sem að það einhver svona ímynduð útgáfa af Feneyjum þar sem konur eru ekki þvingaðar í hjónaband og geta svona verið svolítið í friði og þar þetta svona samræða þannig að það eru svona konur að tala saman og ein þeirra ekkja og talar að hún myndi fyrir drekkja sér en giftast aftur og ein einhleyp og talar hvað það sé nú gott líf og það eru fleiri svona kvenna Sarah Scott Millennium Hall sem kemur út á 18. öldinni og var nokkuð svona þekkt skáldsaga sem lýsir svona einhverjum svona griðastað fyrir konur. Þetta ríkjandi, svona, ég veit ekki hvort að mig kalli þetta svona goðsögn, að maður heyrir þetta bara í umræðu bara dagsins, að heimur verið betri ef að konuna fengja stjórna og allt þetta. Já, einmitt. Þannig þetta sterk svona hugmynd. Já, einmitt. Með horfna mæðraveldi þar sem að allt var í lukkunarvelstandi. Já. Og ég er ekki að draga í efa það svo hafi verið, en þetta goðsögn, sko. Já, það er það, en það einhvern veginn það sem það greinilega svona get ekki séð það almennilega fyrir sér að svona hinn besta mögulega líf eða að það innihaldi kalla, að það þarf bara að útiloka það. Ég myndist á Malcolm X áðan út af nafninu en við getum tekið hann núna inn í þetta og þá var það niðurstaðan svo að þessi kynþættir gætu ekki lifað í sameiginlega og eru aðskilnaða. Þannig að það er aðskilnaðarstefna. Það er svona aðskilnaðarstefna og hún hefur náttúrulega komið eins og bara ef maður hugsar svona það sem svona lesbíska aðskilnaðarstefnu á 8. áratugnum eða eitthvað svoleiðis sem einmitt byggir á svona kvenna kommunum eða eitthvað svoleiðis. Í okkar lífi, því betraði líf okkar. Karlinn eitur fyrir konuna. Einmitt. Sem nú kannski það ekki lausu lofti gripið. Já, það náttúrulega ef að það upplifa karlinn sem kúara sinn. Já. Og hvort sem það bara að þær hafa ekki almennilegt vald eða svo eru margar eflaust hafa kannski verið beittar ofbeldi eða þekkja konur sem hafa verið það og þannig að það og líka bara ekki verið séðar það skiptir einhver máli hvað þær segja eða hvað þeim finnst af því þeir eru bara markleysa. Þær upplifa bara virðingarleysi og svona hunsun eða eitthvað þaðan að verra og þannig að það er kannski ekkert skrítið að það sé sett fram svona sem bara lausnin. Þetta er ekki skrítið í dag en líklega verið enn síður skrítið á þessu tíma sem að einmitt og ég hugsa það að hvað sem við segjum stöðu kvenna í dag eða kjör kvenna svona í okkar umhverfi að þá voru þau nú síst betri á þessum tíma. En þessar hugmyndir sem að þessar konur eru að varpa fram og kasta á milli sín, margt af þeim til í dag þá? Einmitt. En hjónabandið hefur lifað? Hjónabandið hefur lifað og það en það svolítið skringilegan hátt og það eiginlega, ekki eins varanlegt og það var á þessu tíma líklega, eða hvað? Einmitt, það náttúrulega þessi svona kannski
réttur sem að við svona kannski teljum mikilvæga núna eins og rétturinn til skilnaðar og sem að var, já það var náttúrulega eins og ég sagði að kannski mismunandi reglur í mismunandi löndum en víðast hvar var það kannski ekkert í boði og sérstaklega ekki fyrir konur. Það var þá frekar að kallar hefðu einhverja leið til þess að það voru einhverjar svona það var talað á tímabili í Englandi einhverja svona eiginkvenna sölur eða þú vildu losna við konuna sína, hvað þau selt hana, eitthvað svoleiðis. En það er náttúrulega kannski eitthvað sem er náttúrulega í rauninni mjög mikilvægur réttur, í rauninni bara hvað sem við erum að gera, að það sé möguleiki að komast út og fara að gera eitthvað annað. Ég meina, við myndum heldur ekki vilja vera í starfi þar sem að okkur væri bókstaflega bannað að segja upp Það eins og í dag það líklega þá eru aftur komin í svona stéttamun þar sem eru efnaminni konur sem eru kannski fastar í hjónabandi vegna þess að það er bara efnarslega ómögulegt að sjá fyrir sér og börnum sínum eftir skilnað. Einmitt og þannig að konur náttúrulega nú á dögum geta vissulega verið fastar í hjónabandi eða sambandi af svona efnahags ástæðum og þetta er nokkuð sem til dæmis eins og hún Mary Wollstonecraft sem að var, hún uppi þarna á svona seinni helmingi 18. aldar og var svona meðal annars mjög áhugasöm frönsku byltinguna, hún ensk en hún fór svo til Frakklands eftir frönsku byltinguna til þess að kynna sér það sem hafði átt sér stað þar og svona og var mjög áhugasöm með þetta allt saman en hún talar mikið mikilvægi þess að konur geti séð fyrir sér sjálfar og að það sé alveg bara svona grundvallar atriði að þær geti séð fyrir sjálfum sér og börnum sínum. Öðru sér verða þær ekki frjálsar. Já. Það eitt með hjónabandi okkar dögum sem því að við getum, eins og við erum að horfa á þangað, þá erum við að horfa á hjónabandi sem karl og konu og að sumu leyti form, þær eru að gagnrýna hjónabandi sem bara form á kúgun karla á konum. En nú erum við með hjónabandi samkynhneigðra. Já. Og það nú einhverjir úr hópi samkynhneigðra sem hafa nú verið að undra sig á því af hverju við að berjast fyrir því að fá að giftast því að við vorum raunverulega vildu losna við þetta. Einmitt. Við vildum þetta átt að vera tilheyrað hinum heiminum. Einmitt. En þannig að jafnvel það er svona viðurkenning á samvistum fólks af sama kyni og að það hefur ekki fellt hjónabandið. Nei, einmitt. Það heldur frekar styrta og það er orðið svo eftir svona vert að jafnvel fólk af sama kyni sækist eftir því að ganga inn í þetta kúgunarkerfi kalla á kvenna. Einmitt og náttúrulega eins og þú segir það hafa náttúrulega alveg það hefur náttúrulega kannski ekkert verið einhugur það heldur á meðal. Samt eru gagnrýnisraddirnar frekar finnst mér svona, þær eru svona ögrandi, þær eru svona, tónnin í þeim ekta svona minnihluta afstaða, svona hún er ögrandi og potandi og þannig að virðist vera megin hluti hreyfingarinnar hafi tekið þátt í því að stefna því að við viljum fá að giftast líka og vera í hjónabandi. Já, ég held að það sé alveg rétt og það er náttúrulega með, ég veit ekki, kannski hjónabandi eins og svona ýmislegt annað, það er stundum svona spurning eigum við að reyna að breyta hlutunum innanfrá eða eigum við að hafna þeim og það virðist hafa orðið ofan á að reyna þá frekar að breyta þessari stofnun innanfrá að halda stofnuninni en breyta svona eitthvað fyrirkomulaginu á henni en við sjáum þetta auðvitað líka í bara svona giftingar hefðum enn í dag eins og þar sem faðirinn leiðir dóttur sína inn kirkjugólfið og afhendir brúðgumannum hana sem að er auðvitað vísun í þetta gamla þó að fólk sem tekur þátt í þessum hefðum í dag myndi aldrei segja að það væri bókstaflega þetta sem væri að gera eða þau myndu nokkuð tíma að vilja það.
En þessar tákmyndir eru þarna? Já, þessar tákmyndir eru þarna svo sannarlega, hvítir brúðakjólar og sem til merki sem hreinleika brúðarinnar og þannig og fólk virðist svona upplifa þessar svona gömlu hefðir sem eitthvað rómantískt og sem að einhvern veginn þykir vænt Og eitthvað leyti þetta líka menningaráhrif, það er nú eitthvað svona svipur af brúðkaupum í dag sem að minni meira á ameríska bíómyndir heldur en einhvern veginn hvernig ég mannaði brúðkaupu voru þegar ég var barn og unglingur sko. Já, vissulega. Já, ég held að þetta fór þetta ekki að breytast svolítið hérna á Íslandi, kannski svona á svona 9. áratugnum, kannski eitthvað svoleiðis. 1990. Já, 9. og 10. áratugnum. Nýfrjálsíkjunnar. Já, og það fór að vera meira svona gert úr einhverjum svona brúðarkjólum og alls konar stórum veislum og alls konar svona í kringum þetta sko. En og það fyrir þann tíma að tímum rauðsokkana var svona meiri efasemdir hjónabandið og meðast að vera meiri umræða baráttu kynjanna inn á heimilunum svona í návíi á meðan að kannski síðustu svona þá hefur það verið tengt kynbundnu ofbeldi og svo svona stöðu á í samfélaginu. Já. En kannski komið svolítið aftur núna með þriðju vaktinni og ekki komið fjórða vaktin. Já, einmitt það sem ég var að hugsa. Það sem hefur verið að greina sko hjónabandið og ágalla þess og við ætlum bara að vinna bara í því að hér er svona þriðja vaktin, við erum að vinna í henni þar sem við erum að reyna að laga hjónabandið svona innanfrá. Einmitt. Hefur þú trúið því að verði gert þetta að laga þetta eða kannski er þetta bara eitthvað rugl þetta kerfi? Já, ég veit ekki, ég vona nú að það sé hægt að laga þetta og að fólki takist það bara sko, ég veit ekki, vegna allra þeirra sem eru í þessu kerfi og Í hjónaböndum, það er ég held að þetta næstu að þetta tala fyrirtæki sko, að öllu fyrirtækjum sem eru stofnuð og þá eru meira helmingurinn farinn eftir 2 ár eða 5 ár og þú kannast við þetta. Já. Það er næstu að segja það sambærilegt með hjónaband þú veist leiðilegt að segja að maður megi það eiginlega ekki sko, að þeir sem eru að giftast í dag að helmingurinn að þeim verður skilinn eftir 5 ár. Já, eftir 5 ár er það svo fljótt. Já, ég held það sko. Já. 7 ár. Það fyrir eftir hvort að koma í börn og svona inn í það. En það eru, náttúrulega vissulega nokkuð há skilnaðartíðni og einmitt og það er svona ekki skynsamlegt að sko kannski að gifta sig án þess að gera ráð fyrir þeim möguleika að það eftir að skilja en ég veit svo sem ekki hvort það skiptir svo miklu máli í því sambandi eins og það sem við þekkjum á Íslandi í dag þar sem að ég meina það er allur gangur á því hvort og hvenær fólk giftir sig en það sko býr saman og eignast börn og á saman eignir og svona sem að náttúrulega svona flækir saman þeirra líf og það er ekkert einfaldara að skilja sko fyrir fólk sem að er ekki gift, sem að er bara skráð í sambúð og það getur jafnvel verið svona meira vesen að skipta eignunum og svoleið sko. Þannig að og eitt af því að við nefndum samkynið áðan, krafan óx mjög á tímum AIDS og þá snerist þetta erfðir. Erfðaréttin, einmitt og það er einmitt svona nokkuð sem að er einmitt kannski það sem að svona bara maður horfir á svona lagaumhverfið á Íslandi varðandi hjúskap núna þá er kannski svona stærsti munurinn á því að vera gift og að vera í skráð í sambúð að það er erfðarétturinn sem að fylgir bara hjónabandinu og þannig að það má segja að hjónabandið sé náttúrulega í rauninni ennþá ákveðið svona ákveðin praktísk efnahagsleg stofnun og það er þessi samningur sem er kannski svona
það mikilvægasta þegar fólk giftir sig að það þessi gagnkvæmi erfðaréttur, ég meina annað. Það stór samningur það sem að einhver kýs að taka þennan hérna inn í erfðaréttin umfram mættina. Þetta náttúrulega stór samningur. Einmitt. Og ég meina ég sjálf þrígift og og þannig að já, ég get nú ekki sagt að ég hafi hafnað hjónabandinu nema ég hef reyndar hafnað í tvisvar eftir á en sko ég hef einhvern veginn litið svo á að þetta sé fyrst og fremst svona praktískt mál eins og til dæmis með erfðaréttin að það ekkert vit í því að eiga íbúð með einhverjum og svona vera að rugla saman reitum sínum án þess að því fylgi til dæmis gagnkvæmur erfðaréttur þó að hafi nú sem betur fer ekki komið til þess ennþá að það hafi á hann reynt en af því að ég meina hvað fólk getur náttúrulega gert sín á milli alls konar bara munnlega samninga og alls konar rómantíska samninga og hitt og þetta sko sem að þurfa ekkert að staðfesta lagalega. Þeir halda ekki fer, þá halda þeir nú ekki alltaf. Nei, enda eins og þú sagðir með skilnaðartíðnina, hún náttúrulega ansi há og þannig að sem að nú kannski svona til merkis það að hjónaband ekkert sko já, ég meina það greinilega þá þreytist fólk á því af ýmsum ástæðum náttúrulega, en það náttúrulega bara ýmislegt sem svona verður til þess að fólk vill ekki lengur vera í því, sko. Kannski betra að gera eins og einhverja konunum sem varst að vitna í að byggja hjónabandið á vináttu frekar en svona ást, að vináttan geti hjálpa fólki að fara yfir í ólík skeið ævinnar. Á meðan ástin því miður stundum eins og hún fallið, þá getur hún verið rókjörn. Já, einmitt og það náttúrulega kannski sérstaklega þessi, en svo náttúrulega til kannski ástin náttúrulega kannski birtist í ýmsum myndum sko, en vissulega breytist náttúrulega bara eins og allir þekkja sem hafa verið í langtíma sambandi að svona þessi upphaflegi ástarbrími sem fólk upplifir þegar það er nýorðið ástfangið að það náttúrulega ekki eitthvað sem að sko helst óbreytt í gegnum árin en það getur náttúrulega verið svona kannski alveg djúp ást sem tekur á sig bara aðra myndir. Það getur þróast í gegnum einhverju svona vináttu sem kannski líkar því sem við myndum kalla kærleika eða eitthvað slíkt. Já, en það hlýtur náttúrulega að vera mjög neikvætt sko að vera í hjónabandi með einhverjum sem maður upplifir ekki sem vin sinn. Já, það er líkur. Það er svona skilur fólk líka. En af hverju fórstu að skoða þetta? Sko ég fór að í rauninni kem ég inn í þetta, það má kannski segja svona á 2 áttum, annars vegar þá hef ég svona þó að ég náttúrulega svo sem í minni svona mínum heimspekirannsóknum þá hef ég nú svona mest haldið mig við nútímann en ég hef samt alltaf haft svona svolítinn áhuga á nýöldinni líka og svona ákveðnum heimspekingum á þeim tíma, það náttúrulega var svo mikið svona mikil hugmyndagróska á þessum tíma. Það náttúrulega þessum tíma að svona fæðast alls konar hugmyndir líðræði og einstaklingsfrelsi og það er bara heimsendir, það er bara veröld að hverfa og nýjar ís og enginn almennilega veit hver hún verður. Einmitt og svona heilmikla samfélagsbreytingar sem náttúrulega hafa skilað sér í hugmyndabreytingum líka og ég til dæmis sko hef haft mikinn áhuga á Mary Wollstonecraft sem er þarna frá seinni hluta 18. aldar og hef svona talsvert skoðað hennar verk. En svo hef ég líka verið kannski ekki svo mikið lengur, ég var á tímabili heilmikið að rannsaka heimspeki peninga og svona bæði svona frá því sjónarhorni hvað peningar væru, svona frumspeki spurningar, hvað eru peningar en líka svona út í bara ýmislegt varðandi hvernig við notum það og hvernig við dreifum þeim og ójöfnuð og ýmislegt svoleiðis og
og það var nú kannski svona, já, þetta tvennt gerði það að verkum að ég var beðin að skrifa kafla fyrir safnrit sem heitir, sem kom út núna í sumar, sem heitir The Palgrave Handbook of Philosophy and Money, sem er farið í gegnum í rauninni bara heimspekisöguna frá fornöld og þetta sem sagt alveg heilmikið verk í 2 bindum og ég var beðin að skrifa kafla svona konur og peninga á þessu tímabili fyrir hluta nýaldar og ég reyndar sá nú heilmikið eftir á tímabili að hafa tekið þetta að mér af því eins og ég segi, ég er nú kannski ekki sérfræðingur í heimspeki fyrir alda, ég er náttúrulega mest í nútímanum en svona mín niðurstaða varð að það sem væri áhugaverðast að skoða, það væri svona ýmislegt í kringum hjónabandið og þessi dygla kvenna það að endurmeta þá stofnun eða hafninni. Þannig að ég svona lagðist í heilmikið grúsk, heilmiklar svona las einhver ósköp af verkum kvenna frá þessum tíma og þannig að ég læriði nú endanum heilmikið á þessu þó að ég hafi svona tímabilið dálítið svona fundist að ég hafi komið mér út í eitthvað séð þetta hafna en þannig að mjög hollt sagt að maður eigi alltaf að vera á þeim slóðum sem að maður er eiginlega efinsum að maður sé á réttu stað. Já, einmitt, en þannig að þetta var mjög svona gaman en þetta var svona það sem ýtti mér út í þetta Herðu, þú ætlar að vera með fyrirlestur á morgun kl. 16 í Árnagarði, stofu 303. Það passar. Ef fólk vill heyra skoðanir kvenna fyrir 250-300 árum á hjónabandinu. Þá hvetjum við þau til þess að koma við hjá þér þar. Kl. 16 á morgun, 5. stofu 303 í Árnagarði. Eyja, kærar þakkir fyrir komuna. Takk fyrir mig. En við setjum hérna áfram og höldum áfram að reyna að skilja þennan heim sem við lifum í. Næsti kafli er eftir augnablik. Allt það besta er ókeypis. Hrósaðu náunganum. Það er betra. Samstöðin þar sem manneskjurnar koma saman.